Alfredi. Já. Verið velkomin á skjáinn hér í Grace Church on Daily Prayer. Be welcome to the screen here in Grace Church Daily Prayer. And may these words today be a blessing to you. And we are gonna go. I'm gonna go through John, the Gospel of John. I'm gonna read the Gospel of John. We are gonna go through the story of John and his experience with God. And it's a beautiful gospel. I always like John. He knew that God loved him. Amen. Like we have to know that God loves us. God loves us first, not we first. He loves us first. Amen. 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 And everybody say amen. Like always, eins og ávallt, hér á Daily Prayer, my beautiful wife, fallega kona mín, og mun byrja þetta með litli bæn. Já, elsku Jesús, við leggjum svona stund í þínu hendur, Drottinn minn. Heilagur andi, ég bið svo blessi varir okkar Sigga, gefur okkur frið í huga okkar og hjarta okkar og líka þeirra sem fara heim að hlusta og blessar okkur öll. Í Jesú heilaga nafni, amen. 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 Við erum að lyfta nöfnum upp náðuna, við erum að lyfta names of the grace. Við lyftum upp Hrafnhildi, Óskari, Hrafni, Birnu, Sindra og Kristjáni. Yeah, we ask you to pray for these names that we mention here and ask God to bless them and ask the Holy Spirit to help them with what they are dealing with. And like you know, God answers our prayers and He knows what to fix, and we just need to pray for them. In Jesus' name, amen. Og nöfnin sem við nefndum hér, við erum að biðja ykkur að lyfta þeim upp til Guðs og biðja fyrir þeim og biðja Guð að blessa þau, biðja heilagan anda að stíga inn í líf þeirra og hjálpa þeim með það sem það þarf að hjálpa með og Guð veit hvað það og eina sem við þurfum að gera að biðja og Guð ansar okkar bænum. Í Jesú nafni, amen. And everybody say amen on this wonderful Wednesday. Amen. Amen. And now I'm going to start to read from John, the Gospel of John. Í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði, og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er. Í honum var líf, og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu, og myrkrið tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur af Guði, hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar til að vitna ljósið, svo allir skyldu trúa fyrir hann. Ekki var hann ljósið, hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heiminum var orðinn til fyrir hann. En heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eigna sinnar, en hans eiginmenn tóku ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim trúa á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði bornir,
ekki holdsvild né mannsvilja, heldur af Guði fæddir. Og orðið var hold. Hann bjó með oss, fullur náðar og sannleika, og við sáum dýrð hans. Dýrð sem sonur einn á frá föðurnum. Jóhannes vitnar hann og hrópar: Þetta sá sem ég átti við þegar ég sagði: Sá sem kemur eftir mig var á undan mér, enda fyrr en ég. Af gnægð hans höfum við allir þegið á náð ofan. Lögmálið var gefið fyrir Móse, og náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesú Krist. Enginn hefur nokkur tímann séð Guð. Sonurinn einn, Guð, sem í faðmi föðursins, hann hefur birt hann. Þessi vitnisburður Jóhannesar þegar gyðingar sendu hann til presta og levita frá Jerúsalem að spyrja hann: Hver ert þú? Hann svaraði ótvírætt og játaði: Ekki ég Kristur? Þeir spurðu hann: Hvað þá? Ertu Elía? Hann svaraði: Ekki ég hann? Ertu spámaðurinn? Hann kvað nei við. Þá sögðu þeir við hann: Hver ertu? Við verðum að svara þeim senda oss. Hvað segir þú sjálfan þig? Hann sagði: Ég rödd hrópanda í eyðimörk, gjörið beinan veg Drottins, eins og Jesús spámaður segir. Sendi voru menn af flokki farisea. Þeir spurðu hann: Hvers vegna skýrir þú fyrst þú hvorki Kristur, Elía né spámaður? Jóhannes svaraði: Ég skýri með vatni, mitt á meðal yðar stendur sá sem þér þekkið ekki. Hann kemur eftir mig, og skóþvegn hans ég ekki verður að leysa. Þetta bar við í Betaníu handan Jordanar, þar sem Jóhannes var að skýra. Daginn eftir sér hann Jesú koma til sín og segir: Sjá, Guðs lamb sem ber synd heimsins, þar sá ég sagði Eftir mig kemur maður sem var á undan mér, því hann fyrr en ég. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en til þess kom ég og skýri með vatni að hann opinberist Ísrael. Og Jóhannes vitnaði: Ég sá anda koma af himni ofan eins og dúfu, og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en sá sendi mig að skýra með vatni sagði mér: Sá sem þú sérð anda koma yfir og nema staðar á, hann sá sem skýri með heilugum anda. Þetta sá ég, og ég vitna að hann sonur Guðs. Daginn eftir var Jóhannes þar aftur staddur og 2 lærisveinar hans. Hann sér Jesú ganga og segir: Sjá, Guðs lamb. Lærisveinar hans 2 heyrðu orð hans og fóru á eftir Jesú. Jesú sneri sig við, sá þá koma á eftir sér og sagði þá: Hvers leitið þið? Þeir svara: Rabbi, það þýðir meistari. Hvert erst þú? Hann segir: Komið og sjáið. Þeir komu og sáu hvar hann dvaldist og voru hjá honum þann dag. Þetta var síðdegis, annar þess að tveggja sem heyrðu orð Jóhannesar og fóru eftir Jesú var Andrés, bróðir Símonar Péturs. Hann finnur fyrst bróður sinn, Símon, og segir við hann: Við höfum fundið Messías. Messías þýðir Kristur, hinn smurði. Hann fór með hann til Jesús. Jesús horfði á hann og sagði: Þú ert Símon Jónasson, þú skalt heita Kefas. Pétur, það þýðir klettur. Næsta dag
hugðist Jesús fara til Galilíu. Hann hitti þá Filippíus og sagði við hann: Fylg þú mér. Filippíus var frá Betsasítíu, sömu borg og Andrés og Pétur. Filippus fann Natanael og sagði við hann: Við höfum fundið hann sem Móse skrifar í lögmálinu og spámennirnir, Jesú frá Nasaret, son Jósefs. Natanael sagði: Getur nokkuð gott komið frá Nasaret? Filippus svaraði: Kom þú og sjá. Jesú frá Nasaret kom til sín og sagði við hann: Hér sannur Ísraeliti sem enginn svikar í. Natanael spyr: Hvaðan þekkir þú mig? Jesús svarar: Ég sá þig undir fíkjutrénu áður en Filippus kallaði á þig. Þá segir Natanael: Rabbi, þú ert sonur Guðs, þú ert konungur Ísraels. Jesús spyr hann: Trúir þú að því að ég sagði við þig, ég sá þig undir fíkjutrénu? Þú munt sjá það sem þessu meira. Og hann segir við hann: Sannarlega, sannarlega segi ég, þér muni sjá himinin opinn og englar Guðs stíga upp og stíga niður yfir mannssonin. Og núna sé ég að biðja þig að taka 2. Á þriðja degi var brúðkaup í Kana í Galilíu. Móðir Jesús var þar. Jesús var boðað til brúðkaupsins og lærisveinum hans. En vín þraut, segir móðir Jesú við hann: Þeir hafa ekki vín. Jesús svarar: Hvað varðar það mig, þig kona? Minn tími ekki enn kominn. Móðir hans sagði þá við þjónana: Gjörið það sem hann kann að segja yður. Nú voru þar 6 vasker úr steini samkvæmt reglum gyðinga hreinsun og tók hvert þeirra 2 mæla eða 3. Jesús segir við þá: Fyllið kerana vatni. Þeir fylltu þau á barma. Síðan segir hann: Auss nú og færi veislustjóra. Þeir gjörðu svo. Veislustjórinn bragðaði vatni sem var orðið af víni og vissi ekki hvaðan það var, en þjónarnir sem vatnið höfðu ausið vissu það. Þá kallaði veislustjórinn á brúðguminn og sagði: Allir menn bera fyrst fram góða vínið og síðan hið lakara, menn gjörast ölvaðir. Þú hefur geymt góða vínið þar til nú. Þetta fyrsta tákn sitt gjörði Jesú í Kana í Galilíu og opinberaði dýrð sína og lærisveinur hans trúðu á hann. Eftir þetta fór hann ofan til Kapernaum ásamt móður sinni, bræðrum og lærisveinum. Þar voru þau nokkra daga. Nú fóru páskar gyðinga í hönd. Jesús hélt upp til Jerúsalem. Þar sá hann helgidóminum. Þá seldu naut, sauði, dúfur og víxlarana sem sátu þar. Þá gjörði hann sér svipu úr köðlum og rak alla út úr helgidóminum, líka sauðina og nautin. Hann steypti niður peningunum víxlarana og hratt borðum þeirra. Og við dúfnasalana sagði hann: Burt með þetta héðan, gjörið ekki hús föður míns að sölubúð. Lærisveinum hans kom í hug að ritað: Vandlæting vegna húss þíns mun tæra mig upp. Gyðingarnir sögðu þá við hann: Hvaða tákn getur þú sýnt oss að þú megi gjöra þetta? Jesús svaraði þeim: Brjótið þetta musteri og ég skal reisa það á 3 dögum. Þá sögðu gyðingar: Þetta musteri hefur verið í 46 ár í smíðum og þú ættir að reisa það á 3 dögum. En hann var að tala musteri líkamanns. Þegar hann var risinn upp frá dauðum, minntust lærisveinur hans að hann hafi sagt þetta og trúðu ritningunni og orðinu sem Jesús hefði talað. Meðan hann var í Jerúsalem á páskahátíðinni fóru margir að trúa á nafn hans þegar þeir sáu tákn sem hann gjörði. En Jesús gaf þeim ekki trúnað sinn því hann þekkti alla. Hann þurfti þess ekki
að neinn bæri öðrum manni vitni, hann vissi sjálfur hvað í manni býr. Í Jesú nafni, amen. In Jesus' name, amen. Já. And we are speaking in Icelandic, so Yeah. you so I answered the question Mhm. for you. And now we are gonna play this in English, and we always play it here in. We always use King James 16:11, so Mhm. the words are more accurate. So we do this always here on in Grace Church in Daily Prayer. We always play King James. Yeah. Og við spilum alltaf hérna, við höfum að spila King James 16:11, svo orðin séu svona sein og komin vel til skila og ég veit að flest allir við Íslendingar við skiljum íslensku. Most of our Icelandic people, we understand English, so enjoy this, and my beautiful wife is going to play this for you. So. The Gospel according to John, chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. There was a man sent from God, whose name was John. The same came for a witness to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. That was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. John bare witness of him, and cried, saying, This was he of whom I spake. He that cometh after me is preferred before me, for he was before me. And of his fullness have all we received, and grace for grace. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. No man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him. And this is the record of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who art thou? And he confessed, and denied not, but confessed, I am not the Christ. And they asked him, What then, art thou Elias? And he saith, I am not. Art thou that prophet? And he answered, No. Then said they unto him, Who art thou, that we may give an answer to them that sent us? What sayest thou of thyself? He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as said the prophet Esaias. And they which were sent were of the Pharisees, and they asked him, and said unto him, Why baptizeth thou then, if thou be not that Christ, nor Elias, neither that prophet? John answered them, saying, I baptize with water, but there standeth one among you, whom ye know not. He it is, who coming after me is preferred before me, whose shoes latchet I am not worthy to unloose. These things were done in Bethabara, beyond Jordan, where John was baptizing. The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold, the Lamb of God,
which taketh away the sin of the world. This is he of whom I said, After me cometh a man which is preferred before me, for he was before me. And I knew him not, but that he should be made manifest to Israel. Therefore am I come baptizing with water. And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. And I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. And I saw, and bare record, that this is the Son of God. Again, the next day after John stood, and two of his disciples, and looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold, the Lamb of God. And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Then Jesus turned, and saw them following, and saith unto them, What seek ye? They said unto him, Rabbi, which is to say, being interpreted, Master, where dwellest thou? He saith unto them, Come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day, for it was about the 10th hour. One of the two which heard John speak, and followed him, was Andrew, Simon Peter's brother. He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted, the Christ. And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. The day following Jesus will go forth into Galilee, and findeth Philip, and saith unto him, Follow me. Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip findeth Nathanael, and saith unto him, We have found him of whom Moses and the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth? Philip saith unto him, Come and see. Jesus saw Nathanael coming to him, and saith of him, Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Nathanael saith unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. Nathanael answered, and saith unto him, Rabbi, thou art the Son of God. Thou art the King of Israel. Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? Thou shalt see greater things than these. And he saith unto him, Verily, verily, I say unto you, hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. John 2. And the third day there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. And both Jesus was called and his disciples to the marriage. And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine. Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it. And there were set there 6 water pots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece. Jesus saith unto them, Fill the water pots with water. And they filled them up to the brim. And he saith unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast. And they bare it. When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was, but the servants which drew the water knew, the governor of the feast called the bridegroom, and saith unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worse. But thou hast kept the good wine until now. This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory, and his disciples believed on him. After this he went down to Capernaum, he and his mother and his brethren and his disciples, and they continued there not many days.
And the Jews' Passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem, and found in the temple those that sold oxen and sheep and doves, and the changers of money sitting. And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep and the oxen, and poured out the changers' money, and overthrew the tables, and said unto them that sold doves, Take these things hence, make not my Father's house an house of merchandise. And his disciples remembered that it was written, The zeal of thine house hath eaten me up. Then answered the Jews, and said unto him, What sign showest thou unto us, seeing that thou doest these things? Jesus answered and said unto them, Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then said the Jews, 46 years was this temple in building, and wilt thou rear it up in 3 days? But he spake of the temple of his body. When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them, and they believed the scripture, and the word which Jesus had said. Now when he was in Jerusalem at the Passover and the feast day, many believed in his name when they saw the miracles which he did. But Jesus did not commit himself unto them, because he knew all men, and needed not that any should testify of man, for he knew what was in man. Í Jesu nafni, amen. In Jesus' name, amen. And everybody say amen on this wonderful Wednesday. Amen. And may these words be a blessing to you, like it's for us. Og með þessu orð vera blessun fyrir ykkur sem voru að hlusta og eins og þið voru fyrir okkur. Það alltaf yndislegt að hlusta á orð Guðs. So it's wonderful to listen to the word of God, and it makes our spirit strong when we read the Bible. Þegar við lesum orðið, það styrkir anda okkar í Jesu nafni. Amen. Og núna þú ert að hlusta og þú ekki tekið við Kristi í líf þitt, þá ætla ég að gefa þér tækifæri til þess að gera það nú. Og ef þú trúir í hjartaðinu að Jesú hafi farið á krossinn og dáið fyrir syndið þínar og hann hafi hreinsað þig af allri synd með blóði sínu og hann hafi risið á 3. degi og hans lifandi í dag, að þá ertu opinn og þetta loforð frá Guði að ef þú trúir þessu í hjartaðir, að þá mun heilagur andi koma inn í hjartaðir og þá geturðu beðið til Guðs og Guð svarar bænum þínum. Í Jesu nafni, amen. Amen. And now I'm gonna give you the chance, you who are listening, the opportunity to take Christ into your life, if you haven't done that. Because God promised to come into your life. If you believe that Jesus Christ went on the cross, died for your sins, and he cleansed all your sins with his blood, and he rose on the 3rd day, and he is alive today, and you believe that in your heart, then the Holy Spirit is going to come into you and save your soul, and then you can pray to him and he will answer your prayers and he will bless you. In Jesus' name, amen. And everybody say amen on this wonderful Wednesday. Og allir segja amen á þessum yndislega miðvikudegi. Amen. Amen. Så við elskum ykkur öll hérna. Og yndislegt að hafa ykkur á skjánum. Og
eins og Guð elskar okkur öll. Okkur kristnu og okkur hinn líka. Sem hefum ekki tekið þá ákvörðun að við erum hér og hefum ekki tekið þá ákvörðun að fylgja honum. Hann elskar þig af öllu hjarta. Því þú ert hans barn, því hann skapaði þig og mig. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Like I say, we are all the creation of God, and you are listening. God loves you, Jesus loves you, and He loves all His creation. As our God is pure love. There is no evil in our God. There is nothing like that. It's just pure love, and He loves you. He loves you wherever you are, and doesn't matter in what situation you are in. Jesus loves you. In Jesus' name, amen. Amen. Og ég ætla að byrja á því að fara með þetta á íslensku og hafði þessi orð eftir mér, og þá lofar Guð að senda sín heilaga anda, því að hann er okkar heilagur andi, er okkar hjálpari. Because Jesus sent the Holy Spirit, He's our helper, and He's working here, so He's gonna step into your soul and into your heart, and that's our helper here. And so hafið these words eftir mig, og hafið þessu orð eftir mér, og ég ætla að fara með þetta á íslensku fyrst. Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi að þú sért sonur Guðs. ég trúi þú sért sonur Guðs. Ég trúi að þú hafi dáið á krossinum fyrir syndir mínar, Ég trúi að hafa dáið á krossinu fyrir syndir mínar, og að dýrmætt blóð þitt hreinsaði mig af allri synd. og dýrmætt blóð þitt hreinsaði mig af allri synd. Ég trúi að það rísi upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að hafa risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús, Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mig allar syndir mínar, ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar og þvoa mig algjörlega með blóði þínu. og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurnýjaði anda minn, endurnýjaði anda minn og gerði mig að nýrri sköpun í þér. og gerði mér að nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt núna Ég opna hjarta mitt núna og bið þig að koma inn í líf mitt. og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vel ég Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, að fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. og lifa samkvæmt orðið þínu. Þakka þér Jesús Þakka þér Jesús að fyrir blóð þitt að fyrir blóð þitt er ég nýsköpun, fyrir ný sköpun, fyrirgefin, fyrirgefin, endurfæddur endurfæddur og elskaður af þér. og elskaður af þér. Í Jesú nafni. Amen. Og þú sem að hafðir þessa bæn með okkur, vertu velkomin í hópinn með okkur kristnum. Amen. 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 On this wonderful Wednesday. Amen. Og þessu vindislega miðvikudegi. Og ja, og þið hafið einhverjar, geta alltaf send fyrirspurnir á, Bara einkaskilaboð á öllum miðlum. já, einkaskilaboð og hafið einhverjar spurningar til okkar og Við höfum ekki alveg tíma til að fara við kommenta þegar við erum með 4 miðla í gangi. já, Þannig við höfum, já, eins og við erum svolítið seint í útsendingu núna. já, en við, eins og við stöndum okkur í því að það er að boða góðu fréttirnar og þegar tími gefst, stundum þurfum við að fara mjög seint því við erum að reka heimili og annað og þá verður stundum með útsendingu svolítið seint og þá er það bara þannig en við
stöndum okkur, við mætum á hverjum virkum degi hér og boðum trúna. We sometimes come late here, but we always come every day, Yes. every working day from Monday till Friday we are on here live. So the time is like depends on how busy we are. Like my wife, she's working in the hospital, and then sometimes she has to work late and she cannot come till she is finished, and then we have to have it a little bit later. Og kona mín að vinna á spítalanum og svona, og ýmislegt að gera, og þá hagræðum við bara svona tímanum eftir því. En við mætum alltaf. Amen. Amen. Og now, if you're listening, now I'm gonna have it in English. So have these words after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you're the Son of God. I believe that you're the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all my sins. and that your precious blood cleansed me from all my sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins, I ask you to forgive me for all my sins, and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now I open my heart now, and ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and I live according to your word. and to live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' name, amen. And everybody say amen. And be Amen. welcome to the Christian team if you had this with that Amen. of me. Yes. And now we are gonna end this, and like always, pray for your family. Yes. Tell your wife you love her. The wife, tell your husband you love him. Tell your children that you love them. And pray for your family. And ask God to bless you. And pray for your neighbor. Love your neighbor like yourself. And pray for your enemy. And then God is going to bless you, Amen. because your neighbor and your enemy is the child of God. And we are all his creations. That's why he wants us to pray for his children. And we are all his. Og munið ávallt að eiginmenn biðið fyrir konu ykkar og segið að þið elskið hana, og einnig konur segið við mennin ykkar að þið elskið mannin ykkar, og segið það við börnin ykkar að þið elskið þau, og
því sem einstaklingar segja gott að vera í spilin og segja að elski sjálf ykkar. Amen. Amen. Og því Guð elskar ykkur. Amen. Amen. Og biðið fyrir ykkur og hvort sem eru einstaklingar, biðið fyrir ykkur og það er mjög gott og dvelið stund með sjálfum ykkur með Guði og það er yndislegt og biðið fyrir familjunni og biðið Guð að blessa familjuna ykkar og munið að biðja fyrir náunganum og elski náungan eins og sjálf ykkar og einnig biðið fyrir óvin ykkar og því þá mun Guð blessa þig því við erum öll sköpun hans. Við sem tökum í trúnni, við fáum blessaðinnar af það fólks náungi sem hefur ekki tekið við en skiptir ekki máli, við erum öll sköpun Guðs og því segir Guð okkur að biðja fyrir börnum sín því við erum öll börn Guðs. Það er engin eitthvað spes, eitthvað yfir, eitthvað hafinn, það er engin svoleiðis. Það er eins og talað gyðingurinn á að fá einhverja blessun frá Guði út af einhverju eitthvað bla 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 og það er ekki rétt. Þú verður að taka við Kristi til þess að fá blessunina og það er engin undantekning á því. Við verðum öll að taka þá ákvörðun. Ef við viljum fá blessun frá Guði þá verðum við að taka þá ákvörðun hér að stíga það skref og fara með þessa bæn og elska Guð og því hann elskar okkur og þá blessar hann þig og því þú trúir á hann. Amen. Ef þú trúir ekki á hann þá færðu engin blessun frá honum og þá varst ekki að tala við hann og þetta er rosa mikið einhver svona tabúmál sem er eitthvað verið að ræða sem er eitthvað, þú veist, eins og kemur fram alltaf í orðinu, það tekið fram í orðinu. Þeir höfnuðu honum og þar að leiðandi, eins og gyðingurinn, hann hafnaði Kristi, þar að leiðandi hafnaði hann Guði. Og þegar þú hafnar Guði þá færðu ekki blessanir frá Guði en þú ert alltaf barn Guðs og Guð elskar þig alveg sama hvort þú hafir tekið við honum eða ekki hann elskar það alltaf. Já. Það er okkar Guð er ást. Amen. Amen. Og núna and like you see, God loves all his children. Like this is like a misunderstanding, and it's like, but the Jews, they think they are like, they go so hard that they say somewhere like that the Jewish people are something like they are the sacrifice for our sins. No, it's not like this. But we see a lot of these culture things people trying to, like Jewish people, they believe in different things. They don't believe in the New Testament.
They have another belief in that way. They don't believe in Jesus Christ. We believe in Jesus Christ, the God, and we believe in one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. One God. That's one God. These three persons are one God. Like He created us in three parts. The soul, the body, and the spirit. And that means my wife, Vale, she's a soul, she's a spirit, and she's a body. But she's only one Vale. Like you're one person, but you are created with the spirit, and the soul, and a body. But you're one person. Our God is the Father, is the Son, and is the Holy Spirit, but one person. And that's our God. So it stands in the Bible, but some people are trying to mix this. Always mix. Yeah. But we don't mix here in the Grace Church, daily prayer, we don't mix things up. We don't try to twist things up because of some. We got 212 Christian churches. So it's 212 churches that say they believe in the same thing because they say they believe in Jesus, but in a different way. Like what they Jehovah, they believe in a different way. They believe that Jesus is a man, and here in Grace Church, Jesus is God. Amen. Amen. Mormons believe that God came from a planet that a lot of gods were in, and He created this world. It's a different belief, but they are labeled Christians. And then we have the Catholic Church, have a different things, a little bit different things, and we have the Orthodox Church, that was the first church from the beginning, and that's the oldest, and we just try to follow here and try to get the words like God tells us to do, is spread the word like it is with love. And we love you all here. We love you all here. This is not, we are not judging. We are not allowed to judge. And like God, He loves us. He's not judging us because we live under grace. Amen. We were judged by the law. The law is not now. Now it's a different thing. We are under, when God came, Jesus came here to walk with this earth. He came with a different thing. He came with grace. And we live under grace. Og þegar Jesús kom hérna, kom með nýtt og tók lögmálið til hliðar og við lifum undir náð. Og bæði, áður var það þannig, ef þú braust eitt lögmál, að þá varstu búin að brjóta allt. En núna, þá er þetta ekki þannig. Við lifum undir náð, því Jesús segir
engin maður góður maður. Like Jesus says, there is no good man. But you can be a better version of yourself. You're not God like Jesus. He was perfect. I'm not perfect. But I'm trying to be a better person. That's what I'm doing. Like my wife, she's just trying to be better person, better, and a loving person like she is. She's a loving person. En eins og skilja þá, eins og við hérna, þá erum við hér að reyna að vera betri útgáfa af sjálfum okkur. Eins og Jesús segir, engin maður góður maður. Og við gerum feila og við erum bara að reyna að vera betri útgáfa af okkur sjálfum og við notum orðið til þess að hjálpa okkur því Guð er að kenna okkur hvernig við getum orðið betri útgáfa af sjálfum okkur. Og holdið okkar og þessi frjálsi vilji sem við höfum, hann er alltaf að steypa okkur í einhverja glötun. This free will of ours is always trying to lead us into doing something that we are not supposed to do. And that's it. Jesus won the devil on the cross. The devil we are dealing with is the free will of our bodies to do wrong things. Eins og orðið tekur fram í krossfestingunni að Jesús vann djöfulinn. En við erum með frjálsan vilja og þessi frjálsi vilji sem er okkar djöfull. Að gera ranga hluti. En við lifum til náð og það er að góða við að við lifum til náðin og náðin gildir yfir hvern dag. We are under grace, so it's every day we are under grace. Og þá er það þannig að hann dó fyrir syndir okkar, eitt skipti fyrir öll. Eitt skipti fyrir öll. Og hann er búinn að fyrirgefa okkur. Og við þurfum bara að halda áfram, ganga veginn, vera með iðrandi hjarta og reyna vera betri personur og betri við hvort annað. Amen. You're supposed to be a better persons of ourselves and follow Jesus. Try to follow what he's telling us to do. It's just very simple. It's just people always trying to have like, I am so good, but it's like a lot of pastors. Like I've learned the scriptures, learned the Baptists, learned this and learned this. I've learned a lot. Learned preaching for 20 years, and I'm not perfect. And remember, don't let the people control you. Nákvæmlega. Like they are saying, you have to go to some other people and ask them and let them lead you in through the scriptures. No, God tells you to go and spend time with Him and let the Spirit teach you. Yes. And that's God.
Let God teach you. God is gonna show you what is wrong and what is right. Munið ekki horfa til pastorana og þetta að þeir eiga að leiða ykkur áfram í trúnni. Eins og ég á ekki að leiða ykkur áfram hérna í trúnni. Þið að fara hér í orðið, þið að fara og tala sjálf við Guð. Út af því sýnir Jesú Kristur okkur, alltaf það að hann sýnir okkur, hann kom hérna til þess að kenna okkur, sýnd okkur að við eigum að eyða tíma með honum og dvelja með honum í hvílu hans og biðja hann að sýna okkur hvernig hlutirnir eru. Já. Og það er beint frá honum og andinn opinbera sér innra með okkur hvað er rétt og hvað er rangt. Og svona virkar þetta út af því að ég er búinn að vera lengi í trúnni. I've been a long time in the Og lokast á TikTokið, við erum nú það lengi að það lóðast þetta smá. Ok. I've been a long time. I've been in the churches since 1992, and I've seen a lot of these false preachers and people idolizing these preachers, and when they fall, the whole communion falls with them. And because they thought this person was a godly person. There is not, the person is not the God. God is God. That's why we always have to look up to God, not the man. Munið, og eins og þið vitið, pastorar hafa dottið frá og í gegnum tíðina og þetta hefur valdið þess að fólk hefur farið frá trúnni því að það tók og lét þetta fólk upp á stall og leit upp til þessa fólks og féll frá trúnni. En þegar það átti bara að hafa sjónir á Guði, þá hefði þetta ekki skeð. Og munið þetta, haldið ykkur við Guð, lesi ritninguna, ekki vera að hlusta á fólki, lesi sjálf ritninguna, lesi hvað stendur þar og þar er sannleikurinn. Ekki hvernig maðurinn ætlar að fara að túlka eitthvað ofan í þig. Út af því þeir eru margir snillingar að snúa út úr orðinu, taka og velja vers og snúa út úr og segja að hlutirnir eigi að vera svona og hinsinn. Orðið er einfalt, þægilegt og þetta er ekki flókið, alveg eins og dæmisögur Jesú, þær eru ekki flóknar en fólk er alltaf að taka og hoppa, ég ætla að hoppa frá þessum kafla, í þessu versi, í þessu guðspjalli og svo ætla ég að fara að hoppa hérna yfir í eitthvað annað. Alveg eins og ég gera með að þeir eru að hoppa frá Nýja testamentinu og hoppa alltaf yfir í Gamla testamentinu og ná í eitthvað gamalt þegar að Jesú Kristur segir að þú átt að flytja góðu fréttirnar sem er ég, sem er Jesú Kristur. Jesú Kristur er góðu fréttirnar og við eigum að bjóða góðu fréttirnar. Við höfum ekki verið að boða eitthvað gamalt sem er ekki í gildi. Við höfum að boða það sem er lifandi í dag. Amen. Við höfum ekki að boða gamalt eitthvað sem er liðið. Alltaf gott að lesa Biblíuna, það er ekki að því.
þetta sögulegt og þetta fallegt. Já. Og gott til fróðleiks og allt það og minna okkur á, þú veist, hversu saga Guðs Já. en boðunin Nýja testamentið og Guðspjöllin og það það sem skiptir máli. We're not supposed to teach the Old Testament, we are supposed to teach the New Testament. And that's what Jesus tells us to do. Yes. And that's what we do here on in Grace Church. Amen. So remember these things when you are preaching and tell the good news. Tell how Jesus is good. Because that's God. He's beautiful and pure love. Nothing like if you go into the old things, then you can think, if you read just the Old Testament, then you go like, you can think it's a little bit evil because of some things there. But that's not God. Jesus Christ is God, and He's teaching us how He is. And He's just pure love, and He loves you. Amen. And this is what we are. I'm trying to explain, just go to the Word, read the New Testament. We love you, and Yes. may this word bless you. Og við virkilega elskum ykkur og may þessi borg bless ykkur. Amen. Amen. And now, like always, my beautiful, beautiful wife. Mín fallega, yndislega kona. Og það enda þetta á bæninni sem Jesú Kristur kenndi okkur í Jesú nafni. Amen. Everybody say amen on this wonderful Wednesday. Amen. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort dagleg brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og vorar skuldunautum. Hald þú oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. 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 Góða nótt. Maður vaknar klukkan 6 í fyrramálið með börnin. Good night here in Iceland. Já. Góða nótt hérna í Íslandi og Halleluja. have a nice day in the States and Yes. different places. And there's morning time, I know, in Vietnam, Thailand, and Asia is morning time. So good morning there, and have a wonderful, wonderful day. And we love you here from Iceland, and we see you tomorrow. Yes. Love. Love. Bye. Bye. Så. Så. Hei, næsta. Hvað vantar í far? Vantar ekki það? Nei, að því að þessu hálftóðs frá fröstni. Við bara höfum ekki tíma. Þú ætlar að segja mér? Við getum sagt það hérna, sko. Já, svo með tíðarna sem Við heyri. getum fyrir bara aftur live hérna, fyrir að koma. For live. Já. We wanna make some. Við hérna. Wanna answer one question here. Yes. So there is no misunderstanding here. Við erum allir brjálar að það er ekki svara spurningunum. Það var spurt. Hvað eru blessanir og svo hvað vantar í fæðaveri. Ja. Allt að koma. Pepper saman síma. For sama. Yes.
Ég að svara smá spurningu hérna. Ég fer aftur líka bara live hérna. Sorry. Okay. Jæja. Dismiss. Afsækið aðeins, ég að svara smá spurningu hérna sem að var lögð hérna upp. Og bless, byrju nú við, ég að bíða þangað að Gerum það. kemur hérna inn. Svona. Alrighty. Svona. Okay. Bjóðum til að koma inn og það er að Bíða fólk komið hérna inn, já. Það er að koma inn. það var alveg að koma inn. Afsækið þetta aðeins. Komið eitthvað inn? Já, ég held að þeir sem voru að horfa á þann séu komnir inn. Þá getur þið bara útskýrt. Ok, það kom hérna spurning, hvað blessanir eru? Já. Blessanir eru þetta að þegar við biðjum til Guðs og hérna við biðjum til Guðs og við erum að eiga við eitthvað sem veikindi eða eitthvað og við biðjum lækningu að þá veitir Guð okkur lækninguna. Við erum að eiga við hluti í lífi okkar sem eru erfiðir, sem að við þurfum styrk og þá gefur hann okkur styrk í þeim aðstæðum og hann hjálpar okkur. Það eru blessanirnar og það er ekki eins og verið að predika að eitthvað að ég fái eitthvað 100-falt hérna, ég gefi 1000 kall hérna inn, að ég fái 100 skall tilbaka, eða eins og margir söfniðir segja, þú veist, er eitthvað, það er ekki, blessanir er ekki fólgnar í því, skilurðu, það er, blessanir eru andlegar og þetta eru andlegar blessanir til þess að styrkja sál þína og styrkja heimilið og þetta eru andlegar blessanir, en þeir sem eru að reyna að græða peninga eins og sumir söfnuðir, að þá segja þér að þú gefur hérna 1000 kall hérna inn eða 10.000 kall hérna inn og þá færðu það 100-falt tilbaka, skilur. Nei, það er ekki í orðinu, það er ekki blessanirnar sem Guð á við. Guð á ekki við svoleiðis blessanir, annars væru allir sem væru kristnir milljarðamæringar og það er ekki svo. Og þá bara hafa þetta á hreinu. And like churches are teaching that if you give money into the church, that you're gonna get 100 times if you give like $100, that you're gonna get 100 times more in money. That's not how the thing is. Otherwise, every Christian person would be a billionaire. That's not the blessing what God is talking about. He's gonna give you 100 times blessings in spiritual way. In spiritual way. Yes. Like 120, if you are dealing with something, then he talks about giving you power, and then he's giving you 120% more power to deal with the circumstances that you're dealing with. Eins og orðið tekur að þá
tekur orðið það fram að hann gefur 120% meiri styrk í þeim aðstæðum sem þú ert að eiga við og þá gefur hann þér styrk í þeim aðstæðum og þetta eru blessanirnar frá Guði og svo var spurt faðirvorið Þórdís, já. og Þórdís var spurt faðirvorið og ég er með faðirvorið í frumútgáfunni Já. eins og það var í byrjun og í frumútgáfunni er ekki að Guð Það kemur stendur eigi leið oss í freistni en Guð myndi aldrei fara að leiða okkur í freistni. Hann er góður. Já. Guð er ekki Satan að fara að leiða okkur í freistni. Nei. Og þetta var breytt en frumútgáfan af faðirvorinu er hald þú mér frá freistni Já. en ekki eigi leið þú oss í freistni. Nei. Það er hald þú oss frá freistni. Það er frumútgáfan af faðirvorinu. Já. Svo þú hafir vitneskju það að þessu var breytt eins og mennirnir þeir eiga svolítið til að breyta orðinu en við erum með frumútgáfuna af faðirvorinu og það er hald þú oss frá freistni. This keep us away from temptation is in our prayer that God taught us. It's not lead us. Yeah, do not lead us in temptation. It doesn't fit. No. Do not lead us into That is temptation. changed by man. This was changed by man, and we have the original from Jesus. This is why we always go with this. Right? We want to have these things Það var right. að spyrja, hvað er fyrst frumútgáfuna? Frumútgáfan hún er, Talíða Róm, hvað var það? Páin? það er í eldri skrifum og Já, ég þarf bara að koma með það hérna fram. já, Ég er með fullt af biblíum og annað og ég get komið með frumútgáfuna og sýnta og ég frumútgáfa faðirvorinu, já. frumútgáfuna faðirvorinu. Já. Og þannig er faðirvorinu. The prayer from God is, say this in English, Já, do not lead us in temptation er ekki rétt. is not right. This, Já. dansku. Já, byrju, Do not lead us in temptation, það er rétt eða ekki? Nú er hann þreytt bara klukkan 2 sko. Já. Já. Hold us from. Yeah, hold us from temptation. Hold us from temptation. That's the right one. But when they say, do not lead us into temptation, that's not the right one. Because God would never attempt me to do something wrong. Nei, það var að spyrja hvort við höfum alltaf verið svona trúið. Já, ég er alveg upp í trúni og hann er með sinn vitnisburð sem hann er búinn að segja mörgum sinnum, mjög fallegur vitnisburður og flottur. Já, förum við það kannski seinna. Já. Hún er alveg alin upp alveg alla ævi. Já, alveg frá Búðarkviði, hana. Ég kem til trúa 92. Ég er 57 ára gamall og svoleiðis að. Ég var 23 ára þegar ég tók við trú og svo er ég búinn að taka 20 ár í skólum og læra en lífið er búið að vera alls konar hjá mér. Ég hef fullt af fyrirtækjum, ég hef búinn að gera ýmsa hluti en ég hef alltaf trú mín hefur aldrei farið og ég hef alltaf haldið með Guð og læra. Og ég hef alltaf haldið með Guð og læra. Og ég hef alltaf haldið með Guð og læra. Og ég hef alltaf haldið með Guð og læra. Og ég hef alltaf haldið með Guð og læra. Og ég hef alltaf haldið með Guð og læra. Og ég hef alltaf haldið með Guð og læra. Og ég hef alltaf haldið með Guð og læra. Og ég hef alltaf haldið með Guð og læra. Og ég hef alltaf haldið með Guð og læra. Og ég hef alltaf haldið með Guð og læra. Og ég hef alltaf haldið með Guð og læra. Og ég hef alltaf haldið með Guð og læra. Og ég hef alltaf haldið með Guð og læra. Og ég hef alltaf haldið með Guð og læra. Og ég hef alltaf haldið með Guð og læra. Og ég hef alltaf haldið með Guð og læra. Og ég hef alltaf haldið með Guð og læra. Og ég hef alltaf haldið með Guð og læra. Og ég hef alltaf haldið með Guð og læra. Og ég hef alltaf haldið með Guð og læra. Og
og ég elska Guð og ég elska að læra Guð. Amen. Það bara þannig. Og ég hér út af því að Guð hjálpaði mér. Og þannig það. I'm here because God helped me. I came 92 to Christ and He helped me. Ja, amen. I stopped drinking when I was 23 years old. Ja, and Anna. when Ja. I came to Christ. And Og svo, já, and sorry. ég Með bænum, já. I know that ég veit að þið hafi ekki heyrt frumútgáfuna og að við hafa mjög fáir heyrt frumútgáfuna af Faðirvorinu. Þetta bara búið að vera falið og falið fyrir okkur því að það voru síðaskipti 1500 þegar Lúther breytti Biblíunni og sem var svo mínu mati það rangt og það var ekki að breyta neinu og eins og var samið þegar að Biblían var gerð 370 eftir Krist að þá fóru kirkjurnar saman aftur 570 og þá var samþykkt að það ekki að breyta neinu og ritin voru fleiri og katólsku Biblíunni voru 73 og í orthodox frumkirkjunni voru þau 76 og orthodox elsta kirkjan og þau eru unnuð saman katólska kirkjan katólska kirkjan og orthodox unnuð saman síðan 870 þá var afturhaldið fundur og þá var samið að engu yrði breytt og þá eins og við tókum fram þetta Faðir, Sonur, Heilagur Andi, einn Guð. Þannig var þetta alltaf í byrjun þangað til 1054 að þá tóku þeir þá ákvörðun. Ég er mjög biblíufróður, ég er mjög biblíufróður og sögufróður og 1054 var tekið ráð og þá splittaðist kirkjan í sundur því þá tóku þeir þá ákvörðun að splitta Guði í 3 parta. Faðirinn sér, Sonurinn sér og Heilagur Andi sér. Þá sundraðist kirkjan í sundur og eins og þeir sögðu í orthodox að þá sögðu þeir að hinn parturinn af orthodox hefði út af því að þeir eru enda daginn í dag, þeir breyti ekki neinu og það er breytt Guð og alveg frá frumkirkjunni en hinn parturinn sem sagði sig frá og hélt sér við katólsku kirkjuna með að gera Guð að 3 pörtum lugu því og sögðu það að hinn parturinn á orthodox kirkjunni hefði sagt sig frá orthodox. Nei, þeir sögðu sig ekkert frá orthodox, þeir héldu sig bara við einn Guð og
þannig er sagan rétt og það talað svona Western and Eastern Orthodox og Western Orthodox frumkirkjan og þeir hafa ekki breytt neinu frá 370 frá því að Biblían var gerð og öll ritin heilög í Biblíunni. Í Jesú nafni, amen. Jesú nafni, amen. En Lúther fór og þetta og Svo Eydís að spyrja, af hverju þú ert alltaf að spyrja á íslensku og ensku og af hverju þú ert að tala íslensku og ensku? Það er út af því að ég er með fullt Já, við erum með 4 plattform. Ég er með 4 plattform með það og ég verð að YouTube, hoppa. TikTok, Instagram og Facebook og það eru svo margir bara frá mörg löndum, Danmörku, Færeyjum, Bandaríkjunum, Þýskalandi, Já, og svo erum við Asíulönd, ég bara tala ekki asískt mál, og ég tala það ekki, en ég tala ensku og ég tala ekki spænsku og ég tala þá á ensku og íslensku og ég veit að það kunni kannski að vera smá ruglingslegt hérna fyrir ykkur, en ég er svona að reyna að bæði svara þeim sem með spurningur á ensku og svo á íslensku. I'm trying to have this so everybody understands that I'm trying to have it in Icelandic and English because I'm getting questions in English and then I'm getting questions in Icelandic. Yes. And I'm trying to get the things through to you in both languages. Og ég reynir bara að koma þessu frá mér til ykkar allra á þessum 2 tungumálum. Svo líka vitið þið, þeir sem búið hérna á Íslandi, að það er bara orðinn stór partur af Íslendingum sem talar bara ensku. Og pólsku. Ég bara tala ekki pólsku. Og það er bara þannig og ég get ekki farið að tala hérna öll tungumál hérna en tölvukunnáttan, tölvurnar í dag, það er góða við það fólk hérna að tölvurnar eru orðnar svo góðar í dag að það er hægt að ýta á að þau eru með búnað app í tölvunum ykkar að þá getið ýtt á það sem að skýrir öll tungumál. Já. If you're listening here, then the computers today, they all have app that you can put into your computer and I'm talking Icelandic here. Then you can put the app in and then the computer is gonna translate what I'm saying. To English then, yes. To English. From Icelandic to English and og fyrir hérna þá fer frá ensku yfir á íslensku. Já. Og fyrir hérna sem eru frá Póllandi eða hinum löndunum að þeir geta fengið það yfir á pólsku, grísku og svo Asíulöndunum og allt það. Þetta er allt komið í appið í dag. Þetta gerir AI-ið í dag fyrir okkur og gerir okkur mjög svona þægilegt fyrir. Og ég þakka fyrir spurningarnar og einmitt bara spyrjið okkur hluti og ég skal reynum að fylgjast aðeins meira með, þá gefa tími það. Já, kannski aftur á, sko. Já, kannski
kannski að við kannski breytum hérna Já. og sjáum það, víst að þetta er komið út í svona þá kannski breytum við það eins og hérna gefum okkur þá smá tíma til þess að ræða við ykkur hér sem hafi spurningar. Amen. Og maybe this is you're telling us, give us a little, that we have to give us a little time to answer the questions you have here. And so this is you just teaching us how to do this right. Og þetta bara svoleiðis, þið eru að kenna okkur Nákvæmlega. hvernig við eigum að gera þetta rétt og við fylgjum ykkur. Við erum hópur hér saman að hjálpast við að gera góða hluti saman og bera út orðið. We are a good team here together and we help each other out. If you see there are some things that we can fix, then we will fix them together. So please help us to grow and spread the good news. Og ber út góðu fréttirnar. Já. Og við elskum ykkur og góða nótt og virkilega takk fyrir okkur. Það var eitthvað. Nei, mér sýnist ekki fyrir negra spurningar, þannig að förum yfir áður en slökkum hvort það séu spurningar og við svörum, annars það bara. We will answer some questions if you have some questions. Nei, það engar. Þá bara sjáumst við á morgun. I know my wife is beautiful. And Thank you. For that. Thank Og you. takk Eydís fyrir hrósið. Because, you understand? God made her and like all you're all beautiful. Yes. Because you're the creation of God. Já. We love you. Yeah, From love. Iceland. Mwah. Bye. Bye. Ég ætla að sleppa seinast í úrstæðinu. Ups, það var svo. Nei, ekki sleppa. Ég ætla að gera upp með þetta. Það er aðtöða. Það er stekkið þessu mjög fleitt. Já, nei, ok. Það var ekstra.